Kári, sigur á móti Svíunum í dag, hvernig tilfinningin? Þetta geggjað maður, djöfull þetta gaman. Þetta var bara, það gekk allt upp í okkur í dag. Við byrjum aðeins hægir en svo leið og við komumst aðeins í gír þá var þetta alveg bara geggjað. En einu sinni byrjiði svolítið illa en komið aftur í gang. Hvað það þannig í þessum fyrstu mínútum sem að gera það verkum? Ég veit það ekki. Ég menn ekki eitthvað kannski efast eitthvað getu eða eitthvað svona smá rægir eða eitthvað svoleiðis í byrjun en ég meina við eigum ekkert að hræddir við þetta. Við eigum bara að koma full force og við reynum að gera það þessum morgun. Þetta var 38-8 rönn síðan í öðru leikluta. Hvað finnst þér þið vera að fara að gera þá? Vörnin hjá okkur bara alveg loka á þá. Ég meina við höldum þeim undir 40 stigum í heilum leik og fyrir mér þá var það frábært bara á móti hverjum sem hún spilar eiginlega sko. Þannig að vörnin hjá okkur var frábært. Þá leiði til svona aðeins auðvelt skot og auðvelda körfur og þá verður sókn alltaf auðveldari eða vörnin svona góð. Þessi árangur, nú eru þið komnir í 8 liða úrslit, náttúrulega stóra markmiðið var alltaf að halda sér í deildinu og það er klárt og komnir í 8 liða, ég meina, þú veist þvílíkur árangur, hvað er þetta að segja Ég veit það ekki, þetta er geggjað sko, þetta er það sem okkur langaði og við erum búin að fara nokkur sinnum á Evrópumót og við höfum alltaf verið nálægt og alltaf verið góðir en alltaf ekki alveg komist á eitthvað sem við vildum en núna erum við komnir áttalega hér í A-deild og í 20 og þetta er svo geggjað að ég fæ ekki orðið við það sko. Þú náttúrulega meiddist fyrir einhverjum 3-4 dögum og varst ekkert brjálæðislega bjartsýnn bara þegar þið talaði fyrir 2 dögum mættir á völlinn í dag. Hvernig ertu bara? Það er góð spurning. Bjartmar er bara geggjað. Ég er búinn að vera líka inni hjá honum 24/7 og við erum búin að reyna að gera allt og við náðum að tjósta mig saman og með teipa og verkeftöflur og alla pakkan og þá náði ég að gera það sem ég gat og að skila í dag þarna. Morgun er það Ítalía eða Ísrael lið sem eru bæði búin að mæta undirbúning og vitið alveg að eigi möguleika gegn. Það er svolítið skrítið tilfinning hlýtur að vera að fara ekki 8 liða úrslit með þá tilfinningu. Alveg klárlega, bara spennandi. Við vitum að þessi bæði lið eru mjög góð en við vitum líka að við getum spilað með þeim og spilað við þá og við getum alveg unnið þá líka þannig að við förum bara bjartsýn í leikinn á morgun sko.